Takk fyrir það. Þá hefur komið að fjórða liða dagskrá hvítbók byggðamál til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrir liggur hvítbók stefnumótandi byggðaáætlun, en hún tekur á mörgum þáttum byggðamála og þar kemur fram stefna stjórnvalda sem ákaflega mikilvægt að heyra. Í fyrsta lagi vert að nefna við endurskoðun á byggðaáætlun hefur átt sér stað töluvert samráð bæði í aðdraganda grænbókar sem áður hefur komið fram og nú hvítbókar og tel ég ástæðu til þess að þakka það sérstaklega. Í fyrsta kafla hvítbókar sett fram metnaðarfull framtíðarsýn og meginmarkmið skilgreind. Framtíðarsýnin að Ísland sé í fremstu röð með trausta og öfluga innviði, öflug sveitarfélög, verðmætasköpun og framsækna þjónustu. Tækni tengi byggðir landsins og Ísland við umheiminn í jafnvægi við umhverfið. Meginmarkmið í áætlun samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins annars vegar að þjónusta samgöngu- og fjarskiptakerfis mæti þörfum samfélagsins og hins vegar sjálfbærar byggðir og sveitarfélög verði land allt. Skilgreind eru markmið byggðamála sem hafa skýra tengingu við meginmarkmiðin, en þau að jafna aðgengi á þjónustu, jafna tækifæri til atvinnu og stuðla sjálfbærri þróun byggða land allt. Í öðrum kafla hvítbókar fjallað lykilviðfangsefni sem við lýðfræðileg þróun og grunnþjónusta, fjölbreytt atvinnulíf, innviður og umhverfis- og loftslagsmál og alþjóðleg samkeppnisstaða og sjálfbærar byggðir. Í þriðja kafla fjallað markmið, mælikvarða og áherslur þeirra þriggja markmiða stjórnvalda sem áður voru nefnd og þau skiptast í 3 kafla, A, B og C. Í A-kafla fjallað að jafna aðgengi að þjónustu, í B-kafla að jafna tækifæri til atvinnu og í C-kafla að stuðla að sjálfbærri þróun byggða land allt. Í 4. kafla rætt samfélagsleg áhrif, en þar kemur meðal annars fram að samkvæmt fjármálaáætlun 2021 til 2025 verði framlög til byggðaáætlunar rúmir 3,4 milljarðar. 5. kaflinn síðan kannski mikilvægasti kaflinn, en þar kemur fram aðgerðaráætlun til 5 ára. Sett eru fram 43 aðgerðir sem ætlað að ná fram markmiðum byggðaáætlunar. 7 þeirra falla undir markmiðum að jafna aðgang að þjónustu, 11 undir markmið að jafna tækifæri til atvinnu og 15 undir markmiðum að stuðla að sjálfbærri þróun byggða land allt. Fram kemur heiti aðgerðar, markmið og stutt lýsing á verkefninu, hvaða ráðuneyti fer með ábyrgð á málaflokknum og þar með aðgerðinni, hver verður framkvæmdaaðili, dæmi eru nefnd samstarfsaðila og sýndar tengingar við aðrar opinberar stefnur og áætlanir. Fram kemur að tímabil aðgerða verið nánar útfærið í tillögu til þingsályktunar sem og fjármögnun þeirra og tenging við heimsmarkmið. Það sjálfsögðu óheppilegt að það kom ekki fram fjármögnun á þessum tímapunkti enda fjármögnunin kannski mest lýsandi fyrir þann vilja sem að baki þeim Þá einnig óheppilegt að mörgum áherslum fylgi engin aðgerð og því óljós hvernig að framfylgja þessu mjög svo góðu markmiðum. Sem dæmi má nefna að það kemur fram ákaflega mikilvægt markmið sem kemur nú fram í fyrsta sinn í byggðaáætlun að við skipan í opinberar stjórnir, ráð, nefndir og starfshópa þá muni endurspegla búsetudreifingu í landinu. Það hefði mínum að þetta verið heppilegt að þessu markmiði hefði fylgt aðgerð, til dæmis þar sem að búseta kæmi fram við skipan í nefndir, hlutfalli talið reglulega og hvatning myndi fara til viðkomandi aðila þar sem að markmiðinu ekki náð. Jafnvel að hort væri til þess að minnstakosti þriðjungur sem skipaðir eru séu búsettir utan höfuðborgarsvæðisins. Þegar við horfum til aðgerðaráætlunarinnar þá vert að nefna að það eru margar góðar og mikilvægar aðgerðir. Sérstaklega tel ég að það sé gleðilegt fyrir okkur sem sitjum í þessum sal að 2 aðgerðir sem við höfum lagt áherslu á nú að finna í hvítbók. Annars vegar að ræða aðgerð C4 borgarstefna en það sett fram markmiðum að skilgreina og efla hlutverk stærstu þéttbýlissvæðanna í byggðaþróun landsins. Í lýsingu á verkefninu segir að annars vegar verður mótuð stefna sem skilgreinir hlutverki Reykjavíkurborgar sem höfuðborg allra landsmanna og stuðli að aukinni alþjóðlegri samkeppnishæfni höfuðborgarsvæðisins og þar með landsins alls. Hins vegar verði mótuð stefna sem skilgreinir hlutverk Akureyrar sem stærsta þéttbýliskjarnans á landsbyggðinni og stuðli að uppbyggingu borgarsvæðis á grunni Akureyrar sem geti boðið upp á fjölbreytileika í þjónustu, menningu og atvinnutækifærum sem í dag einungis að finna á höfuðborgarsvæðinu. Með það markmiði
að jafna búsetuþróun innanlands og styrkja þannig samkeppnishæfni landsins alls. Mótuð verði heildarstefna hlutverk þessara svæða gagnvart byggðaþróun í landinu. Í þessu samhengi ágætt að nefna líka aðrar aðgerðir, til dæmis B10 stefnumótun og hlutverk menningarstofnana, þar sem markmiðið að efla starfsemi menningarstofnana á landsbyggðinni. Í lýsingu á verkefninu kemur fram að vinna í stefnumótun og skilgreining á hlutverki menningar, miðstöð og sambærilegra stofnana á landsvísu líkt og gert í nágrannalöndunum. Landshlutasamtökum sveitarfélagana verið falið að greina stöðu þeirra og leggja drög að stefnumörkum til framtíðar. Þá verði sérstaklega litið til samþættingar við sóknaráætlun viðkomandi landshluta. Þá má nefna aðgerð sem felur í sér áframverð unnið að því að efla skapandi greinar sem vaxandi atvinnuveg og ríki og sveitarfélagskapi skilyrði fyrir atvinnustarfsemi á sviði lista og menninga land allt. Hitt verkefni sem að þessi bæjarstjórn hefur lagt áherslu á aðgerð B9, miðstöð norðurslóðamála, en þar markmið aðgerðarinnar að styrkja stöðu Akureyrar sem miðstöðvar norðurslóðamála á landsvísu og efla samstarf þeirra fjölmörgu aðila sem hafa aðkomu að málaflokknum. Í lýsingu á verkefninu kemur fram að stutt verði við starfsemi norðurslóðanetsins varðandi stafræna sókn, uppbyggingu samstarfsnetsins og þátttöku í alþjóðlegum rannsóknum. Þetta ánægjulegt að sjá og vonandi fylgir fjármagn með sem gerir það verkum að þessar aðgerðir ná í flugi. Eins og áður segir þá eru margar mikilvægar aðgerðir að finna í hvítbókinni. Þó eru nokkru hlutir sem æskilegt geti verið að benda á. Ef við byrjum á aðgerð A3, bráðaviðbragð neyðarþjónustu, þá mætti skoða að ef markmiðið sannarlega að bæta neyðarþjónustu og auka öryggi land allt, hvort að ekki ætti að skoða í fullri alvöru hvort að staðsetja ætti björgunarþyrlu á Akureyri þar sem allir innviðir eru til staðar. Þá mikilvægt að það sé alveg kýrskýrt ef eitthvað umræddum aðgerðum leiða til kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin, þá þurfum við það að koma fram og kostnaður þarf að vera metinn. Sem dæmi má nefna aðgerð A14 þar sem markmiðið að auka hæfni grunnskólastigsins á Íslandi til að starfa á grundvelli jöfnuðar, skilvirkni og hagkvæmni. En í því samhengi einnig merkt til dæmis að nefna ráðstöfun fjármuna til grunnskóla í tengslum við nám án aðgreiningar. Þá vert að nefna aðgerð B7 sem kallast störf án staðsetningar, en þar árangurinn metinn eftir því hversu hátt hlutfall auglýstra starfa í ráðuneytum og stofnunum á höfuðborgarsvæðinu sem eru auglýst án staðsetningar. Þannig að það auglýsingin sjálf sem mælikvarðinn. Það tryggir hins vegar ekki að ráði sig í störfin utan höfuðborgarsvæðisins. Því teldi ég æskilegt að árangursmælikvarðinn væri jafnvel frekar í hversu mörg störf ráðið utan höfuðborgarsvæðisins í ráðuneyti og stofnunum. Í kjölfar þess að Nýsköpunarmiðstöð Íslands var lögð niður hefur dregið úr framlögum til atvinnuráðgjafar á landsbyggðunum sem hefur verið mikilvægur stuðningur. Markmiðið með aðgerð B3 að efla nýsköpun og frumkvöðlastarf á landsbyggðunum með öflugu stuðningsumhverfi fyrir atvinnuskapandi hugmyndir, frumkvöðla og fyrirtækja. Á sama tíma og Nýsköpunarmiðstöðin var lögð niður þá dregur úr framlögum til atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni sem mikilvægur stuðningur fyrir grasrótina alla. Tilvalið væri að hvetja fleiri ráðuneyti til að nota farveg uppbyggingarsjóðs fyrir fjármagn til að efla nýsköpun og frumkvöðla á landsbyggðinni, en Lóa nýsköpunarsjóður landsbyggðarinnar var auglýstur í fyrsta skipti á þessu ári og hefur því framtaki verið vel fagnað. Sá sjóður þó heldur lítill með það sem honum ætlað að styðja. Framlög til rannsóknasjóða og samkeppnissjóða á vegum ríkisins hafa stór aukist, en ljóst að landsbyggðirnar bera skarðan hlut frá borði þar. Vel mætti hugsa sér að fela landshlutasamtökum sveitarfélaga að efla hlutverk sitt við stuðning við atvinnuþróun, nýsköpun og frumkvöðla og horfa enn frekar til þess að nýta farvegi sóknaráætlun og uppbyggingarsjóðs til að efla nýsköpun á landsbyggðunum. Þá var þetta mjög æskilegt að sjá fleiri ráðuneyti að horfa til farveg sóknaráætlana, ekki síst umhverfisráðuneytisins, enda umhverfismál og kannski ekki síst sem dæmi sorpmál, sameiginlegt verkefni ríkis og sveitarfélaga. Þá ánægjulegt að sjá að stefna í að því að efla og þróa aðferðafræði sóknaráætlana landshlutana, en eins og við vitum hefur fjárframlög verið að minnka til sóknaráætlana og hingað til hefur ekki verið annað að sjá en að sú þróun eigi eftir að halda áfram ef horft til fjármálaáætlunar. Vonandi hvítbókin vísbendingu að snúa eigi af þeirri braut. Varðandi lið A10, almenningssamgöngur á milli byggða, þá verður æskilegt að horft einnig til ferjuflutninga og hvort ekki sé kominn tími til þess að þær verið skilgreindar sem þjóðferjuleiðir og verði þannig hluti af vegakerfinu í heild sinni.
Á þetta við ferjur í okkar sveitarfélagi til og frá Hrísey og Grímsey. Þá ber að nefna sérstaklega að settur fram 2 góð markmið tengt jafnari dreifingu ferðamanna landið. Þó vekur það óneitanlega athygli að þeim markmiðum fylgir engin aðgerð og því líklega með öllum fyrirvara engin fjármunir. Annars vegar sett fram markmiðum að stutt verði við uppbyggingu nýrra fluggátta til landsins og vel að merkja auðvitað verið að vinna vel að því að byggja upp flugstöð og flughlað hér á Akureyri. En á sama tíma dregur ríkið hins vegar úr fjárframlögum sínum í flugþróunarsjóð sem að meðal annars hefur farið til Markaðsstofu Norðurlands. Hitt markmiðið að tryggðir verði fjármunir til uppbyggingar og viðhalds ferðamannastaða landið allt þar sem jafnvægi ríkir á milli hagnýtingar og verndunar náttúru á sama tíma hefur verið lagt fram verkefni Vörður, merki staðir á Íslandi og í því verkefni eru valdir 4 áfangastaðir í fyrstu atrennu en þessi 4 staðir eru allir á Suðurlandi. Áætlað að setja 700 milljónir króna í þetta verkefni á næstu 3 árum. Stundum finnst mér eins og hljóð og mynd fari ekki alveg saman þegar að markmiðu sett fram og síðan þegar skoðað í hvað fjármagnið raunverulega fer. Það því miður ekki séð að gert verið ráð fyrir raunverulegum aðgerðum og fjármögnun til uppbyggingar og viðhalds ferðamannastaða land allt. En ef það á að dreifa ferðamannum landið þá þarf bæði skýrar aðgerðir og þetta fjármagn. Einfalt dæmi verkefni eða aðgerð sem virðist aldrei ætla að klárast er í jöfnun eldsneytisverð á flugvöllum þannig að Akureyrarflugvöllur og Egilsstaðaflugvöllur verði verulega raunhæfir kostir fyrir millilandaflug. Þannig að það er kannski einna helst að undirstrika það að af þeim 43 áherslum sem að finna í hvítbók eru 20 markmið sem eru ekki eða illa rökstudd með aðgerðum og þar af leiðandi væntanlega fjármagni. Ég legg hér undir bæjarstjórn tillögu að bókun sem yrði okkar umsögn en hún er svo hljóðandi. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar lýsir yfir almennri ánægju með inntak hvítbókar byggðamál, þau markmið sem sett eru þar fram og það víðtæka samráð sem viðhaft þar við mótun hennar. Bæjarstjórn fagnar sérstaklega aðgerð C4 sem miðar að því að mótuð verði stefna sem skilgreinir hlutverk Akureyrar sem stærsta þéttbýliskjarnans á landsbyggðinni og stuðla uppbyggingu borgarsvæðis á grunni Akureyrar sem getur boðið upp á fjölbreytileika í þjónustu, menningu og atvinnutækifærum sem í dag er einungis að finna á höfuðborgarsvæðinu. Slíkt sé gert með það markmið að jafna búsetuþróun innanlands og styrkja þannig samkeppnishæfni landsins allt. Þá fagnar bæjarstjórn verkefni B9 miðstöð norðurslóðamála þar sem markmiðið er að styrkja stöðu Akureyrar sem miðstöðar norðurslóða á landsvísu og efla samstarf þeirra fjölmörgu aðila sem hafa aðkomu að málaflokknum. Bæjarstjórn telur hins vegar að markmiðum fylgi of sjaldan fjármagnaðar aðgerðir. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar sendir eftirfarandi ábendingar varðandi tilteknar aðgerðir og eða nýjar aðgerðir. A3 staðsetja eftir björgunarþyrlu á Akureyri. A9 mjög mikilvægt verkefni stuðning við verslun í strjálbýli. A10 ferjur til og frá Hrísey og Grímsey verði skilgreindar sem þjóðferjuleiðir og verði hluti af almenna vegakerfinu og þar af leiðandi gjaldfrjálsar. A14 mikilvægt að meta kostnaðarauka fyrir sveitarfélög ef við á, til dæmis ráðstöfun fjármuna til grunnskóla í tengslu við náman aðgreiningar. B3 landshlutasamtökum sveitarfélaga verði falið skýrt fjármagnar hlutverk. B7 árangusmælikvarða verði breytt og hort frekar til fjölda starfa sem ráðið er í utan höfuðborgarsvæðisins. Þá kemur punktur að farið verði í jöfnun eldsneytisverðs á flugvöllum þannig að aðrir millilandaflugvellir en í Keflavík, þar að segja á Akureyri og Egilsstöðum, verði raunhæfir kostir fyrir millilandaflug og ekki verði dregið úr stuðningi við flugþróunarsjóð og að lokum markvissar fjármagnaðar aðgerðir dreifingu ferðamanna land allt vantar. Takk fyrir. Þá er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, næst tekið máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að þakka Hildu Janu fyrir samantæktinu hvítbókina. En ég vil bara byrja á því að taka undir með henni varðandi mikilvægi byggðaáætlunar. Því ef við ætlum að sporna við þróun mála að Ísland verði land höfuðborgarinnar, þá verðum við að vinna markvisst að því með afar skýrri stefnu. En í þessari umræðu líka vert að hafa í huga að mikil verðmætasköpun á sér stað á landsbyggðunum
og ættu við að vera að berjast fyrir því fjármagn, að fá það fjármagn tilbaka sem samsvarar þeirri verðmæta sköpun. Og aðstöðumunur gagnvart höfuðborgarsvæðinu verði jafnaður þannig að lífsgæði íbúa verða á pari við höfuðborgina. En eins og staðan er núna þá vantar hér svolítið mikið upp á. Eitt af stóru málum þessa svæðis er að við höfum búið við raforkusvelti sem hefur hamlað atvinnuuppbyggingu og það er risastórt byggðamál eða byggðavandamál. Það sé til lands í þessum efnum en það þarf að tryggja að svona staða komi ekki upp aftur. Því við þurfum að passa að við getum haldið hér stöðum atvinnuvexti og atvinnuþróun. Mikilvægt er þegar stefnan sjálf verður gefin út að þar verður gert ráð fyrir að verkefnin verði fjármögnuð eins og Hilda Jana kom inn á. En í mínum huga er að þessu leyti betra að hafa verkefni og markmið færri en frekar þá að fylgja þeim alla leið. En ef maður les yfir byggðaáætlunina sem er núgildandi að þá eru þar fjölmörg markmið sem að lítið sem ekkert hefur áunnist í. Það er ekkert launungamál að við höfum áhyggjur af nýsköpunarmálunum eftir að nýsköpunarmiðstöðvarnar voru lagðar niður og þrátt fyrir styrktarsjóðinn Lóuna sem ætluð er í nýsköpunarstyrki á landsbyggðinni þá verðum við að setja meiri áherslu á ráðgjöf. Og ég held að það séu mjög mörg tækifæri sem við erum ekki að nýta í dag út á landsbyggðunum og þá held ég að mörg tækifæri liggi hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem að þurfa frekari stuðning hvað þetta varðar, bæði með ráðgjöf og styrkjum og líka að það verði sótt til þeirra og þau verði upplýst möguleikana sem þau hafa. Ég held að þar liggi tækifæri hjá okkur og ég veit að við erum að vinna að þessum verkefnum innan SSNE en ég held að þurfi enn meiri kraft í og mér af mínu mati þarf ríkið að koma með fjármagn í frekari ráðgjöf. En það er virkilega ánægjulegt að sjá áherslu lagða á fjarheilbrigðisþjónustu og áherslu á að efla í stoðir undir heilsugæslulæknaþjónustu á landsbyggðinni en það er eitt af þeim málum sem við höfum haft stórar áhyggjur af, það er læknaskortur á landsbyggðinni. Og ég ætla virkilega að vona að þessu markmiði verði framfylgt því að annars gæti ég trúa að það myndi stefna í óefni. Við höfum séð vegna áhrifa COVID að fjarvinnsla er ekkert vandamál í dag og því ætti að vera auðveldara að flytja stofnanir og störf í meira mæli út á landsbyggðirnar. Hvað þá störf innan stofnana séu auglýst án staðsetningar og stofnunum sett að markmiða að hluti starfsmanna verður búsettur út á landi. Því er ánægjulegt að sjá nokkur markmið sem snúa að þessu, B6, staðalval ríkisstarfa, B7, störf án staðsetningar, B8 sem tengist fjarvinnslustöðum. Hvað þetta varðar er það ekki endilega að fjármagn vanti, heldur er það viljinn. Viljinn hjá ráðamönnum og stjórnendum ráðuneyta og stofnana. Stuðningu við verslun í dreifbýli skiptir gríðarlega miklu máli og höfum við séð þess dæmi hér í Hrísey að það er að virka einkar vel og er eitthvað sem við þurfum að halda áfram. Þangað til að byggð er orðin þannig að svona verslunir verði sjálfbærar í sinni heimabyggð. Það kom mér aðeins á óvart þar sem komið er inn á jafnrétti í byggðamála í hvítbókinni að þar er eingöngu lögð áhersla á jafnrétti í sveitarstjórnum. Því í mínum huga eiga sömu sjónarmið ekki síður við á Alþingi. Ég tek undir með Hildi Jönu að það er afar ánægjulegt að sjá, bæjarfulltrúa Hildi Jönu, að það er afar ánægjulegt að sjá áherslu á að móti verði stefna hlutverk Akureyrarbæjar sem höfuðstað sem að verði klárlega mótvægið við höfuðborgina og eykur samkeppnishæfni landsins alls. En eins og við höfum margtalað er eitt af því sem þarf að skoða í því samhengi er uppbygging, efling og útdeling fjármagns til menningarstofnana. En eins er ánægjulegt að sjá styrkja í stöðu Akureyrar sem miðstöð á norðurslóða á landsvísu sem er að mínu mati mikil viðurkenning á því öfluga norðurslóðasamstarfi sem búið er að byggja hér upp á höfuðstað Norðurlands
og vil ég þakka þeim sem hafa komið að því. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér liggur fyrir til umræðu drög að stefnumótandi byggðaáætlun til 15 ára og aðgerðaáætlun til 5 ára sem er hreint og beint bara fínasti lestur verði ég að segja. En það er stefnað ákvörðun framtíðarsýn sem er byggðaáætlun en það er mikilvægt tæki fyrir stjórnvöld á hverjum tíma til að hafa áhrif á framgang og hafa stefnu í byggðamálum fyrir landið og viss svæði. En undanfari þessara stefnu er vinna í samráð við hagsmunaaðila þar sem að hlutaðeigandi aðilum og almenningi gafst kostur á að taka þátt og koma með tillögur inn í vinnuna. En byggðaáætlun fléttast einnig inn í aðra málaflokka sem er mikilvægt til að tengja við aðrar stefnur og áætlanir. En samhliða byggðaáætlunni, eins og komið fram, er aðgerðaáætlun sem er mikilvægt því þá er hægt að sjá með hvaða hætti stjórnvöld ætla að ná þessu markmiðum sínum. Við viljum öll sjá Ísland í fremstu röð með trausta og örugga innviði, að á Íslandi sé öflug og sjálfbær sveitarfélög og hér sé verðmætasköpun og framsækin þjónusta, en þetta er allt markmið sem sett eru fram sem framtíðarsýn í byggðaáætlun. Við sem búum á landsbyggðinni höfum lengi talað fyrir jöfnu aðgengi að þjónustu, jöfnum tækifæri til atvinnu og grunnþjónusta sé til staðar. Við erum hins vegar því miður að sjá fólksfækkun á landsbyggðinni en 70–80% landsmanna búa milli hvítan og tveggja og fjölgunin er að mestu bundin við höfuðborgarsvæðið og nágrenni þess eða 64% landsmanna sem búa þar. Það er þróun sem ekki eingöngu er mikilvægt að snúa við, heldur verðum við að snúa henni við ætlum við að halda byggð í landinu. Því það er ákvörðun að halda byggð í landinu og til þess að svo verði þurfa fjármunir að fylgja verkefnum og sveitarfélög að vera sjálfbær. Markmið byggðaáætlunar kom meðal annars inn á mikilvægi traustra innviða. Samgöngur, háhraða fjarskiptatengingar eru það nefndar sem eru mikilvægt í allri umræðu til dæmis störfanstaðsetningar og fjarnám. Jöfnun orkukostnaðar heimila, en enn er það þannig að heimili í hinum dreifðu byggðum þar sem ekki er hitaveita með jarðvarma greiða töluvert hærra gjald til húshitunar en við hin. Lagt er til að opinber þjónusta verði skilgreind í lögum og hvernig réttur íbúa landsins til hennar verði tryggður óháður búsetu. Þetta er eitt af lykilatriðum þess sem fólk á landsbyggðinni á rétt á, líkt og fólk á höfuðborgarsvæðinu. Og á að vera sanngjörn krafa að fólk utan á landsbyggðinni fái sömu þjónustu og fólk á stórhöfuðborgarsvæðinu. Komir inn á skilgreiningu höfuðborgarsvæðisins og hlutverk Reykjavíkur sem og hlutverki Akureyrasvæðisins í byggðaþróun í landinu, en hér í bæjarstjórn hefur okkur verið tíðrætt mikilvægi þess og hlutverk Akureyrar sem höfuðstaður Norðurlands, þar sem boðið upp á fjölbreytta þjónustu, menningu og atvinnutækifæri. Þessi umræða hefur átt sér stað frá því ég byrjaði hér í bæjarstjórn og eflaust verið lengi þar á undan, svo það er viss sigur að þetta sé komið inn í byggðaáætlun stjórnvalda. Fjölgun starfa og jöfn tækifæri til atvinnu koma þarna fram og lagt er til að unnið verði í samstarfi stjórnvöld, atvinnulífið og landshlutasamtök að ljúka greiningu á styrkleikum einstakra svæða með tilliti til atvinnuuppbyggingar, en mikilvægt er að horfa á hvernig samspil dreifbýlis og þéttbýlis spila saman og tækifæri sem það getur gefið okkur. Horft er til þess að fjölga opinberum störfum án staðsetningar sem gerir okkur á landsbyggðinni kleift að sækja og vinna sérhæfð störf sem ekki hefur verið hægt áður en COVID hefur sýnt okkur það að það er vel hægt að reka bankastarfsemi heima við stofuborðið svo að það er ekkert sem hægt að hamla því að halda þróun starfa án staðsetningar áfram. Ég hef hins vegar nefnt mikilvægi þess að flytja ekki einungis eitt starf út á landsbyggðina, heldur myndi ég frekar vilja sjá viss verkefni með heimilisfesti á vissum landsvæðum landsbyggðarinnar. Þá flytjar störfin ekki í burtu af svæðinu þegar viðkomandi hættir störfum, heldur getur nýr aðili tekið við. Hægt væri að vinna þetta til dæmis í tengslu við klasasamstarf sem einmitt er lagt til að efla í byggðaáætlun. Það er talað að nýta fjórðu iðnbyltinguna og skapa fjölbreytt störf land allt og nýsköpun og hagný tækni þurfa að eiga sér stað land allt, en
Hér liggja klárlega tækifæri þar sem svæðið býr að hefðbundnum atvinnugreinum sem hægt er að vinna betur með. Það þarf að bæta fjarskipti og afhendingar öryggi í raforkumálum sem er grundvöldur þess að ný fyrirtæki sjá sér fært að koma á landsbyggðina. Umræðan hefur verið í langan tíma hversu ótrygg raforkan er hér á svæðinu og veit ég til dæmis stór fyrirtæki hér í bænum sem hefði ekki komið til bæjarins ef þeir vita hvernig ástandi var í raforkuflutningum. En fyrirtæki hefur orðið fyrir umtalsverðu rekstrarlegu tjóni af því að missa rafmagn eða flökt komi á það. Aukið afhendingaröryggi raforku með þrífösun og eflingu dreifikerfis raforku hefur því ótvírætt jákvæð áhrif á atvinnulífið. Tækifæri til hagnýtingar upplýsingatækni til náms, kennslu og eflingar heilstar þjónustu verði nýtt sem eflir skólaþjónustu og samhæfir aðra þjónustu tengda börnum. Þarna eru tækifæri sem geta leitt til þess að sveitarfélög fái stuðning, svo sem ráðgjöf, leiðbeiningar og stuðning við starfsemi skóla sem eflir daglegt starf skólana. Þarna er einnig hægt að horfa til frekari samstarfs sveitarfélaga, jafnvel á milli skólastiga þar sem sérfræði þekking er til staðar. En kennarar með sérhæfingu í tilteknum faggreinum er ekki að finna í öllum skólum landsins sem eflaust eðlilegt er, en til þess að öll börn sitji við sama borð er mikilvægt að horfa til þess hvernig við getum jafnað tækifæri til náms óháð búsetu og fjárhag. Með tilkomu tækninnar er hægt að efla þekkingu með samstarfi milli skóla og sveitarfélaga, en í dag fékk fyrsti skólinn í skýjunum rekstrarleyfi til þess að vera með þróunarskóla sem er afar ánægjulegt, en það er boðið upp á kennslu samkvæmt aðal námskrá. Það eykur enn frekar jöfnu til náms og skólaþróunar óháð staðsetningum og fagna ég því mikið. En einnig er tiltekið verkefni að endurskoða úthlutunarreglu sveitarfélaga til kennslu í grunnskólum varðandi viðmið sem Evrópumiðstöð nám hefur lagt til, nám án aðgreiningar hefur lagt til. Þetta eru góða fréttir því að rekstur skóla og sérstaklega hvað varðar verkefni og lausnir í tengslu við skóla án aðgreiningar hefur breyst töluvert á undanförnum árum. Við búum í sífellt breyttum heimi þar sem fjölbreytileikinn er mikill og þörf er á að koma til móts við alla nemendur svo þeir fá að njóta sín og sinna verðleika í skólastarfinu. Háskólar, það er mikið talað það að þeir eiga að leggja áherslu á aukið framboð náms í fjár- og drifnámi og efli samstarf sín á milli, en þeir sem þekkja til Háskólans á Akureyri vita hversu mikilvægur hann er fyrir svæðið og má segja að hann sé ein stærsta og öflugasta byggðaaðgerð sem ráðist hefur verið í. En stutt hefur verið við nýsköpun og tækniþróun í félags- og heilbrigðisþjónustu land allt og lagt til að nýttar verði ívilnanir laga menntasjóð námsmanna til endurgreiðslu námslána vegna tiltekinna námsgreina og svæða. Þetta er frábært skref og gæti aðstoðað okkur við að ná til okkar sérfræðimenntuðum einstaklingum eins og til dæmis sérfræðilæknum. Í dag greiða Sjúkratryggingar Íslands ferðakostnað vegna 2 ferða til Reykjavíkur fyrir einstaklinga af landsbyggðinni þeir þurfa að sækja sér sérfræðiþjónustu sem ekki fæst í heimabyggð. Við erum fljót að sjá það að 2 ferðir til Reykjavíkur duga skammt þó þær hjálpi vissulega. Því er mikilvægt að hugsa samspil þess að greiddur verði ferðakostnaður sem og að fundnar verði lausnir á því hvernig við getum fjölgað sérfræðilæknum á landsbyggðinni. Það er komið inn á að stutt verði við uppbyggingu nýrra fluggátta til landsins og þannig stuðlað jafnari dreifingu ferðamanna um landið. En til þess að Akureyrarflugvöllur geti enn frekar laðað til sín erlenda aðila í millilandaflugi er mikilvægt að svokallaður GPS-búnaði verði komið fyrir. Eftir því sem ég best veit er það í vinnslu sem er virkilega jákvætt og getum við bundið vonir við að þegar kófinu lægir enn frekar að hingað komi flugvélar erlendis frá sem styrki ferðaþjónustuna á svæðum til mikilla muna ásamt því að við sjáum uppbyggingu á flugstöðinu okkar og flughlaðinu. En einnig er mikilvægt að horft sé til þess að eldsneytisverð verði jafnað á flugvöllum landsins sem myndir enn frekari stoðum undir möguleikann á millilandaflugi. En bæjarfulltrúi Hilda Jana kom hérna með ábendingar aðgerðir í tengslu við byggðaáætlun sem er bara mjög gott en við vitum það líka að það þarf að forgangsraða fjármunum eins og svona í rauninni í ljósi aðstæðnanna í dag en það er samt mikilvægt að koma að þessum verkefnum á framfæri og fagna ég því. Til að láta þetta duga í bili. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Hildu Jönu fyrir góða kynningu og þeim sem hafa talað á eftir henni. Áætlunin er að mínu viti ágæt, vel unnin og tekur á mörgu, en það er eitt sem að mér finnst dálítið vanta og það er varðandi samgöngumálin, og það er að mér finnst eiginlega sama sagan eins og með samgönguáætlun sem var samþykkt fyrir ári síðan, að það er allt og lítil áhersla á styttingu ferðatíma milli landshluta. Það er fyrst og fremst talað innan vinnusóknarsvæða og þjónustu sóknarsvæða, en lítið eða ekki neitt eflingu samgangna á milli landshluta. Og þetta snertir marga hluti, meðal annars samkeppnishæfni okkar framleiðslufyrirtækja hérna sem að eiga sína megin markaði á höfuðborgarsvæðinu, og eins og við höfum uppgötvað núna rækilega í COVID, þá erum við á Akureyri langvinsælasti áfangastaður Reykvíkinga fyrir ferðalög innanlands og myndum örugglega að fá miklu fleiri ferðamenn þaðan ef að samgöngurnar væru ennþá betri. En það er því miður lítil eða engin áhersla á að bæta þetta. Og svo spilar að sjálfsögðu þarna líka inn í það sem að bæjarfulltrúi Ingi Björg og fleiri hafa rætt, að möguleikar okkar á að sækja þjónustu til höfuðborgarinnar sem er auðvitað okkar höfuðborg. Og það er gott að blessa að niðurgreiða ferðir og að sjálfsögðu rafræn þjónusta þar sem henn er við komið, en við þurfum engu að síður flest eða öll að sækja til höfuðborgarinnar í eigin persónu, og stytting þeirra leiðar myndi hjálpa okkur öllum. Og eins og við höfum rætt í þessum sal, þá eru möguleikar á verulegri styttingu á leiðinni sem að núna kallast þjóðvegur 1 og meðal annars í Skagafirði og Húnavatnssýslum, og svo er sú byltingarkennda tillaga sem að liggur fyrir að gera heilsársveg Kjöl, sem að myndi stytta leið okkar til Reykjavíkur, en þó fyrst og fremst breyta heimsmyndinni varðandi ferðamenn, hvort heldur innlenda eða erlenda, sem að væru staddir á Suðurlandi og ættu bara 2 klukkutíma ferðalag norður í land, til Skagafjarðar eða Eyjafjarðar til dæmis. Þannig að mínu viti hefði mátt fjalla aðeins meira samgöngumálin sem lausn á mörgu af hinnum viðfangsefnum. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson loki máli sínu, orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs til þessari umræðu lokið, og þeir sem geta samþykkt tillögu að umsögn og bókun, gefum merki. Það eru 11.